lögfræðinga og prófessora og reynslumestu menn í lagasmíð til að smíða nýja stjórnarskrá. Hann vildi sem sagt að stjórnarskrá klíkuveldisins og elítunar en ekki stjórnarskrá fólksins í landinu. Hann hélt áfram. Honum fannst málinu hefur verið þvælt inn í vinahópa, klíkur og hópa fólks sem hafa kvartað meira en aðrir. Kannist þið við stílinn? Ég gat ekki betur skilið en að var að tala um fulltrúana sem að landsmenn kusu í almennum kosningum til þess að rita nýja stjórnarskrá. Hann sagði líka að málið þyrfti að komast út úr torgumræðu. Janúarmyrkrinu og barði bumbur sínar með svo miklum hávaða, svo mikil ástríðu að þessi klakabönd tók að bráðna. Þá fyrst fór Alþingi að taka við sér, þá fyrst fór Alþingi að taka eftir því að þarna fyrir utan var þjóð, ekki bara einhverjir sérhagsmunaaðilar. Og það tókst að bræða þessi klakabönd nægjanlega mikið að Alþingi ákvað að færa sjálfa stjórnarskrársmíðina út fyrir sína veggi til okkar, til þjóðarinnar. Sú vegferð hófst og ég ákvað að taka þátt í henni þó ég hafði ekki skipt mér að ráða stjórnmálum fram á því nema í einhverjum pislaskrifum. Þá fannst mér þetta ljós í myrkri og ég segi það fullum fetum að þetta er eitthvað besta sem hefur verið að gerast í íslenskum stjórnmálum umliðin ár. Og þessi vegferð að færa stjórnarskrársmíðina út fyrir veggi Alþingis segja má að þjóðin hafi þegið það með þökkum. Við tókum vel flest þátt í þessu ferli. Þetta er ekki bara verk stjórnlagaráðs. Þjóðfundur tók þátt í þessu verki. Við fengum 700 síður af frábæru úttekt stjórnarskrárnefndar og meðan á ferlinu stóð þá kom þjóðin að þessu öll sem ein. Allir sem vildu gátu haft áhrif. Það ljósið skína hérna á Ingólfstorgi. Ég er búinn að bíða lengi eftir þessu tækifæri og ég ákvað það að mæta bara hingað blaðlaus og segja það sem mér býr í brjósti sem er ýmislegt en ég ætla samt sem ára að reyna að vera ekki of langorður. En einhver staðar í skáldverki þá var þessi eyja kölluð Djöflaeyjan. Það var í skáldarþrennu Einars Kárasonar. Þá bjóð fólk í bröggum og veginni voru drulludý. Í dag getum við nú svo sem sagt að húsakosturinn sé töluvert skárri og ef við ætlum að finna vegi sem eru drulludý þá verðum við að fara til Vestfjarða. En í staðinn fyrir drullupollana er yfirleitt komið malbygg. Segja má að þessi þjóð hafi á aðeins 75 árum sýnt fádæma dug og dirfsku. Við vorum frumstætt landbúnaðarsamfélag en í dag þá getum við með sanni sagt að við teljum þjóð á meðal þjóða. Og svona yfirleitt getur maður sagt með nokkurri sannfæringu að maður er stoltur af því að tilheyra þessari þjóð. Það verður. Takk fyrir. Takk Lýður, takk fyrir þetta kröftuga ávarp. Við höfum ekki samþykkt neitt hérna á þessum fundum. Við höfum hlustað á boðskap og látið blása okkur í brjóst. Ég veit að þessar ræður tvær hafa blásið ykkur anda í brjóst og ég vil benda ykkur á það eða ítreka það sem hún sagði Margrét að við verðum að velja þingmönnum undir uggum, sendum þeim bréf, sendum þeim skeyti, sendum þeim SMS, förum inn á síðuna 20. október og sendum þeim skeyti í gegnum síðuna. Það eru ótal leiðir til þess að þrýsta á þingmenn að klára þetta mál eins og þeim ber. En ég vil hérna bera upp smá klausu til að samþykkt sem að eru þá sendin í þingið.
Hún er svona: yfirgnæfandi meirihluti kjósenda lýsti yfir stuðningi við frumvarp að nýrri stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu 28. október síðastliðinn. Skýr meirihluti er fyrir málinu á Alþingi. 32 þingmenn hafa sagst vilja afgreiða nýju stjórnarskrána fyrir kosningar. Þeim ber að láta vilja kjósenda ná fram að ganga og sjá til þess að greitt verði atkvæði nýju stjórnarskrána fyrir kosningar. Þetta er okkar stjórnarskrá, virði vilja kjósenda. Þeir sem eru með þessari fylgjandi þessari samþykkt beðið að rétta upp henni. Þeir sem eru á móti þeir rættu að þetta í einn. En þetta verður sent inn í þingið fyrir hönd þessa fundar. Nú eru svolítið þáttaskil hérna, það eru þáttaskil. Maður þarf þó ekki að kafa djúpt til að sjá og skilja að það er í raun og veru blekking. Við erum komin mun styttra í lýðræðislegum þroska. Saga lýðveldisins Íslands er ekki löng. Við vorum nýlenda öldum saman og sá veruleiki virðist hafa dýpri og meiri áhrif á okkur en margir vilja viðurkenna. Oft finnst mér